Jæja, við erum velkomin. Í dag ætlum við að kafa ofan í atburð úr Matteusarguðspjalli sem við fyrstu sín virðist vera algjöru mótsögn. En ef við lítum betur, þá finnum við þar dýpri merkingu sem er alveg heillandi. Sko, gjátan í raun þessi. Jesús, sem er almennt álitinn syndlaus, gengur undir skírn sem var sérstaklega ætluð syndurum til iðrunar. Þetta er svo mikill þversögn að meira segja Jóhannes skírari sjálfur er í vafa og spyr, hvað er í gangi hérna? Til að finna fyrstu vísbendinguna þurfum við að ferðast aftur í tíman, ekki bara nokkur ár, heldur margar aldir til spádóma Jesaja. Þar er lýst dularfullri persónu með hlutverk sem kom mörgum á óvart. Hér kynnumst við þessari lykilpersónu sem er kölluð þjónin. Hann er valinn af Guði með það verkefni að koma á réttlæti á jörðu. Þetta er í raun grunnurinn af þeim mentingum sem fólk hafði til Messíasar. En það sem er alveg magna við þennan spádóm er hvernig hann gjörbreytir hugmyndinni guðlegan dóm. Dómur er allt í einu ekki lengur spurning refsingu eða fordæmingu. Nei, hér snýst dómur frelsun, lækningu og að reisa upp þá sem hafa fallið. Þetta er algjör kúvending. Og þessi setning úr spádómnum fangar þetta svo vel. Hlutverk þjónsins er ekki að brjóta niður það sem þegar er veitt, heldur einmitt að stuðja við það og lyfta því upp. Þetta snýst mildi og endurreisn. Allt í lagi, nú höfum við átt áður á eðli verkefnisins. Það er blíðlegt og uppbyggjandi, en hversu lágt nær það? Fyrir hverja er það? Næsta vísinding fjallar einmitt umfang þess. Til að skilja það skulum við líta á sögu úr postulasögunni. Þar hittast tveir menn úr gjör og líkum heimum, Pjótur, sem er gýðingur, og Kornelíus, rómverskur herforingi. Þessi fundur á eftir að breyta öllu. Atburðarásin er hröð. Kornelíus fær skilaboð, Pétur fær sýnum ekkert sé óhreint og svo rennur upp fyrir honum ljós. Þetta snýst ekki mat, þetta snýst fólk. Með því að ganga inn á heimili Kornelíusar rífur hann aldagamlar reglur aðskilnað. Og hér er niðurstaðan, algjör lykilsetning. Pétur skilur loksins að áætlun Guðs er ekki bundin við eina þjóð eða einn menningarheim. Hún er alþjóðleg, án landamæra, hún er fyrir alla. Jæja, nú erum við með þessa tvær vísbendingar í farteskinu. Hlutverkið er endurreisn, ekki refsing og það er fyrir alla. Snúum nú aftur að Jórdanfljóti og sjáum hvernig þetta hjálpar okkur að leysa gátuna. Muna eftir því þegar Jóhannes hikar. Þá svarar Jesús með þessum dularfullu orðum. Við verðum að fullnægja öllu réttlæti. Hvað þýðir það eiginlega? Jú, réttlæti hérna snýst ekki að vera persónulega fullkomin eða syndlaus. Það snýst að vera í fullkomnu samræmi við hið guðlega verkefni. Að samþykkja hlutverkið og hefja framkvæmd þess. Þetta er algjörlega lykilatriði til að skilja hvað er að gerast. Þannig að ef við tökum þetta allt saman, þá var skírnin ekki vegna synda Jesú, hún var opinber vísluáþöfn, hann var að samþykja hlutverk sett sem þjónin, sína fulla samstöðu með mannkyninu og stíga fram sem leiðtogi þessara nýju þjónandi hreyfingar. En sagan er ekki búin. Strax á eftir skírninni kemur hápunkturinn. Augnablik sem himnarnir opnast og hið sanna og, fyrir eitthvað flókna eðli Jesú er afhjúpað. Einmitt þegar hann kemur upp úr vatninu gerist hið óvænta. Himnarnir opnast og guðleg rödd heyrist. Það sem þessi rödd segir er lykillinn að öllu saman. Og röddin segir setningu sem er í raun samsett úr tveimur ólíkum heimildum. Fyrri hlutin, þessi er minn sonur, vísar beint í konunglega hefður salmónum. Þetta er konungurinn. Seinni hlutin, hinn elskaði sem ég hef velþóknun á, kemur beint úr spádómi Jesaja þjónin. Hér eru þessar tvær ólíkur hugmyndir, konungur og þjón, bræðar saman í eina. Og niðurstaðan. Hún er byltingakent. Nýtt aukenni er afhjúpað. Konungur sem ríkir ekki með hervaldi, heldur með mildri þjónustu. Vald og þjónusta eru ekki lengur andstæður, heldur tvær hliðar á sama peningi. Og þetta er spurningin sem við stöndum frammi fyrir í lokin. Hvað gerist í raun og veru þegar tveir gjör ólíkir heimar, heimur konungsvalds og heimur auðmikla þjónustu eru sameinaðir í einni setningu, í einni persónu? Það er umhugsunarefni sem er vert að velta fyrir sér.